Jón, þetta mikið verk og þið gerið þetta, já, þetta eftir ykkur tvo, Gísla Jónsson heitinn og svo þig. Já, þetta er þó nokkuð, þetta reyndar miklu meir en við áttum von á held ég, ritnefndin og ég þegar við byrjuðum. Við náttúrulega vissum hvað Gísli hefði gert, hann á 1/3 og við settum það bara inn óbreytt. Var búið að gefa það út reyndar? Já, einmitt, það var búið að gefa út. Þetta er nefnilega 3-1 eða 4-1, allavega 3-1 bók. Þetta er Vatnsveitan sem er elsti kaflinn, síðan kemur Rafveitan, Gísla og síðan er Hitaveitan. Og svo kemur náttúrulega fram á vor dag, þannig að við erum þarna með sko, Norðurorku og Norðurorku HF. Já. Þannig að við erum alveg með nútíman líka. Já, segð mér svona pínlítið af þessu, svona upphafið af þessu sem að við köllum Rafveituna. Já, sem hér er, þetta er, í bókinni eru, já held ég, 400 myndir, ljósmyndir. Við lögðum miklu áherslu á það að myndskreita bókina, en þetta er hún í það stóru broti, þetta er myndabrót. Þannig að það verða að vera myndir helst í hverju opnu. Ein myndana sem við bara rákumst á fyrir hreina tilviljun og hefur aldrei komið fyrir íslensk augu áður held ég, innflutt, hún er tekin akkurat hérna hinum megin, áður en stíflan kemur og það er hópur fólks, konur og karla sem eru hérna í einhvers konar skemmtiferð, skartbúin og það er svo skemmtilegt að skoða myndina og sérstaklega þegar maður stendur hérna og horfir svo að þeir fólk sér hérna og svo sér maður hérna milli klettana sem voru uppi sveitina. Þannig að þetta er svo, og breytingin sem hefur orðið, hún er svo gífileg. Það er reyndar annar kafli þarna þar sem segir frá því þegar Jón Sveinsson, bæjarstjóri, sem þá var orðinn, hann hefur þá verið eitthvað, hvað er 22, hann hefur verið eitthvað liðilega 30. Hann kemur hérna upp yfir, hann er að líta eftir verkinu, þá er að byggja stífluna, 21, 22 og hann fara að tala við kallana. Hann er bæjarstjóri og það er svona, hann er verkstjóri í svona öðrum þræði líka og þeir eru allir hérna megin. Og hann er komin hérna og hann nennir ekki að fara niður eftir til að fara yfir brúna og að taka hér allt af og hann komst ekki yfir. Þannig að hvað heldur kallinn hafi gert? Hann tók tilhlaup og svo stökk hann yfir gilið. Og það munaði ekki nema millimetrum að við erum bæjarstjóra fátækari. En þá var hann að koma að líta eftir köllum hérna en stíflan og virkjunin, þetta hefur verið þvílík bylting fyrir bæinn. Þetta voru náttúrulega, við þekktum rafmagn áður, þá voru kallar hér búin að setja upp olíu, rafstöðvar eða hvað þetta hefur nú verið. Þannig að rafmagn var komið og menn vissi að það var hægt að íta á takka og kviknaði ljós. En þegar virkjunin kemur að þá fá allir í bænum ljós. Þetta var bara til upplýsingar. Þetta var, og hitun og eldunar eitthvað. Þannig að en byltingin var algjör. Þetta var bara að hafa farið úr myrkrinu í byrtuna, þetta sem við þekkjum í dag. Hvernig var svo með lagnir? Var búið að leggja eða? Nei, það var gert eftir það. Það var bara samið við rafvirkja sem komu og sáu þessar lagnir. En það er reyndar að stíflan og virkjunin sem náttúrulega var bylting, að hún vakti ekki eindregna kátínu í bænum því að hérna fyrir neðan, ef við færum hérna svo til niður fyrir, að þá sjáum við annan mannvirki sem okkur séð stundum yfir, sem er líka stífla sem var gerð fyrir verksmiðjurnar. Þannig að þegar þessi var komin, að þá vildi hún taka vatnið frá neðri stíflunni, en neðri stíflan, hún safnaði vatni sem aftur flæddi inn í verksmiðjurnar og knúði allt heila batterið áfram, alla vélarnar. Og þeir fóru í mál, verksmiðjukallarnir, og unnuðu það, en svo var það sléttlað einhvern veginn, en allavega þannig að menn urðu að skipta með sér vatninu. Akureyringar hérna áttu þetta, verksmiðjan átti stífluna hér svolítið fyrir neðan og lónið þar, sem var alveg, sem skipti öllu máli fyrir verksmiðjuna því að hún gekk ekki án þess að fá vatn. En Jón, þá er það þinn partur, það er Vatnsveita og Hitaveita. Já, Vatnsveitan var ákaflega þarflegt fyrirtæki fyrir Akureyringa. Það hefði verið gaman að fara hér inn í bæ og sjá, því að við eigum ennþá leifarnar af fyrsta, ég var að segja brunninum eða hvar þeir tóku vatni, sko. Þetta náttúrulega hafa mokað og svo var steypt í kring og vatnið tekið þar upp úr jörðu og leifarnar af þessu er ennþá til þarna innfrá. En þurfti að leita vatni víða? Já, það þurfti að leita. Sko, Oddeyringar þeir eiginlega riðu á vaðið. Þeir sko höfðu miklu verra vatn en þeir inn í bæ. Þannig að þeir leituðu og þeir fundu vatn í brekkunni fyrir ofan sýslumanninn. Já, er hann ekki þar ennþá? Inn í Hafnarstræti? Já. Þar fundu þeir vatn og þar var grafið og vatnslögnin kom þaðan fyrst, en það hvarf eftir veturinn, eða hvort það rann nokkuð tíman eitthvað að ráði. Þannig að þeir þurftu að fara að leita og það var leituð í brekkunum.
tók brekkuna fyrir ofan sýslumanninn, svo bara leitaði í brekkunum alveg inn að samkomuhúsi. Þar var reynda brunnur mjög góður fyrir ofan samkomuhúsið sem hafði þann ókost að þegar voru vond veður og vondir vetur, þá var djöfulegt að komast að honum. Þeir fundu að lokum brunna eða vatn upp í Lystigarði og þar er ennþá gamall brunnur á kafi sem menn vita hvar er. Það þarf bara að grafa hann upp og gera það sem þarf til að gera hann fína. Já. Þannig að þar fannst vatn, síðan leituðu innbæingar og þeir fundu þarna upp í brekkunni líka. Það er sko hlíðin fyrir ofan bæinn. Það er vatnshlíð, má segja. En svo dugði þetta ekkert. Þannig að þá fóru menn upp að Hesjuvöllum og þar fundu þeir sko alvöru brunna, alvöru lindir sem dugðu bænum. Já, eða dugðu ekki. Þú manst þetta nú hvernig þetta var alveg fram yfir 1970. Það var sko vatnsskortur árviss næstu því. Þá voru menn farnir að velta vöngum sko. Það var alltaf vatnsskortur. Hvað eigum við að gera? Á að taka glerana eða út á Þelamörk. Og Sigurður vatnsveitusstjóri, hann var náttúrulega til að byrja með eins og nánast allir Akureyringar á móti því að drekka glerana. Svo fór hann til Noregs að kynna sér máli hvernig þeir gerðu það þar og þá sá hann að Norðmenn í Oslo, þeir voru að drekka þarna sko grútmengað árvatn sem fór sko svoleiðis trullugt inn í vatnsreinsinstöðina, sagði Sigurður að hann hefði bara aldrei séð annað eins. Kom síðan út svona líka rosa fínt. Þannig að hann kom tilbaka og var alveg hjartanlega samferður að þetta drekka glerana. Það væri bara hagstæðara og vatn yrði jafn gott. En við bara viljum ekki drekka yfirborðsvatn. Þannig að niðurstaðan var sú að við lögðum í aukinn kostnað við að fá vatnið utan úr Hörgárdal og vatnið þar er árvatn, þannig að við erum, getur velur einhverjir fræðingar komið nú og segja eitthvað annað, en við erum í grunninn að drekka Hörgána og einhverja lækir sem falla þarna niður, en þetta er yfirborðsvatn sem sígur niður og jörðin sér bara að hreinsa þetta í staðinn fyrir vatnsreinsinstöð. Þannig að við erum að drekka Hörgána í staðinn fyrir glerana, láta náttúrunum að hreinsa þar út frá en hefum gert það sjálfur hérna. Þannig að nú erum við búin að fá rafmagnið, nú erum við að fá vatnið, en þá er það heitavatnið. Þvílík saga sem hitaveituleitin, heitavatnsleitin er. Því að bara 1930 byrjaði þeir, eða það bil. Og svo er bara leitað með svona náttúrulega hléum inn á milli og finnst aldrei neitt, eða ekki þannig að það sé nýtanlegt. En menn héldu áfram, 1940, sko, seinna stríð, það er bara borað eiginlega á hverju ári og leitað. Það er borað upp á bæði Hörgárdalum og inn á Glerárdal og menn bara gefast aldrei upp. Nei. Svo er haldið áfram og svo að lokum þá segja menn, nei, þetta gengur ekki. Bærinn er búinn að leggja í sko þvílíkar fjárfestingar við þetta og það kemur ekki neitt. Og þá gerðist þetta að olíukreppan, hún varð 73 og arabarnir vildu eitthvað sem hinnir vildu ekki láta í té, þannig að þá sögðu þeir bara, já, þið fáið bara enga olíu. Þá rauk verðið upp og þá fórum við aftur að leita. Og enn er leitað, sko, það er farið svo víða sem ég hefði ekki áttað mig á. Að menn eru að láta sig dreyma og sko ekki dreyma, menn gera alveg beinharðar áætlanir, það er teiknað og allt að fá hitaveitu, heitt vatn bara úr Mývatnssveit, ef ekki vill betur til. Þannig að sko heitavatni var svo orðinn svo mikið draumur Akureyringa. Þeir voru eiginlega húsin til að leggja út í hvað sem er held ég, til að fá heitavatni, sem svo að lokum varð. En þegar það fannst, þá sko, gerist það að þeir eru svo óheppnir, sem voru svo heppnir þá, en svona þegar fráleið þá áttu menn sjá því þeir voru óheppnir, að þeir hitta á vatnsæð sem gefur þeim þvílíkt vatn að það bara sprautast upp eins og bara gosbrunur. Þannig að, og menn vissi ekki betur og héldu að þarna hefur bara hitta á gullæð. En það átti eftir að koma annað í ljós því að eftir það var bara, sko, menn náttúrulega boruðu og virkjuðu, lögðu hitaveituna og í áratugi þá vorum við alltaf á nippinu með það að hafa nóg heitt vatn handa bæjarbúum. Þannig að það var jafnvel farið út í það að banna mönnum að taka inn hitaveituna. Af því að menn hræddust það að hafa ekki nóg heitt vatn. Það var ekkert fyrir sko í byrjun þessarar aldar sem heita vatni varð nógu mikið og bara örugt
að við þurfum ekki lengur að hafa neinar áhyggjur, allavega ekki í svona einhver áratugi. Jón Hjaltason, til hamingju með bókina. Þakka þér fyrir það. Og takk fyrir. Takk sömuleiðis, það var ánægilegt.